allir stjórnmálaflokkar á Íslandi eru spiltir flokkar og það partur af því eru þetta ríkispeningarnir sem að flæða til þeirra, benda á lýgina sem að umkringur okkur út allt. Kallar getur þetta ekkert breytt sér í konur. Við erum með kjána á Alþingi sem vita ekki að það lög þurfa 3 alvöru umræður, að þá bara fljóta lagareglur í gegn bara búm og hækka bara með hverjum deginum og fjölmiðlanefndir lokaði svona dæmi svona non-job sem að ríkið og stofnun sem að ríkið að reka nauðsynjalausu. Ef við höldum áfram á þessari leið, að þá erum við að sigla þessu inn í einhvers konar kommunisma, ég ætla bara að segja það eins og er því það ekki hægt að kalla þetta annað. Arnar Þór Jónsson, lýðræðisflokkurinn og vinur minn, hvernig ertu? Bara góður, en þú sjálfur? Ég er hress. Hvað erum við eiginlega búin að taka marga þætti? Ég var að reyna að hugsa á leiðinni. Þetta hljótaðar að fjórir þættir svona gegnum tíðina. Jafnvel meira. 5 þættir, 6. Já, við tókum og á ýmsum stigum svona á þessari vegferð sem ég hef verið á. Já, ég er eiginlega hægt að svona meta þína lífsleið svolítið út frá því allavega sérstaklega eftir COVID og eftir þú hættir sem dómari. Já. Hvað sko, þú ert núna búin að stofna flokk. Já. Þeir voru að djóka með það í hraðafréttum að þú hefur klúðrað forsetakosningunum og það var alveg væri ekki að fara að ganga vel í kosningunum núna. Já. Hvernig sér þetta fyrir þér? Sko, þið eru ekki að mælast vel. Það eru brattan að sækja. Já. Hvernig sér þetta fyrir þér? Ég sé þetta fyrir mér þannig að við höfum í rauninni byrjað leikinn svolítið 3-0 undir. Við erum að keppa við flokka sem að hafa úr að móða einhverjum 20 miljóna á ríkiskassanum og ég hitti aðstoðarmann eins stjórnmálafóringjans fyrir nokkrum dögum sem sagði að flokkarnir hans mati að eyða 30-50 miljónum í svona ímyndarhönnun og auglýsingaherferðir sem að við erum eiginlega að eyða nær því sem að mætti kalla 0 krónum. Og auðvitað er erfitt að koma sér á kortið þegar að landslagið er svona, en þessi leikur hann er spilaður á, hvað er þetta langur tími? Þetta eru 4-5 vikur. 4-5 vikur og við ætlum að skora nógu mörg núna á síðustu dögunum til þess að koma okkur yfir þau mörg sem við þurfum til þess að ná árangri og ná fólki inn á þing, því að það er sannarlega þörf á því að þessi rödd heyrist á Alþingi Íslendinga, að það er rosaleg vinstri slagsíða á þinginu og við getum ekki verið eina vestræna ríki nánast sem að ætlar að fljúga bara á vinstrivægnum. Við þurfum vinstri og hægri og þannig að það þarf hér í tækifæri fyrir Íslendinga til að breyta til og ef menn vilja breyta þá verður að kjósa breytingar. Það er kannski ekki allir sem að þekkja þessu sögu en ég ætla að fara svona yfir hana hundabæði. Þú sem sagt varst í Sjálfstæðisflokknum og varst þar sem varaþingmaður, komst inn á þing hversu oft? 2-3 svar? Já. Eitthvað svoleiðis? Já. Varst að pirrað yfir því að eftir því sem áleiða þá var þér ljóst að þeir væru í rauninni að reyna að halda þér út af þingi til þess að þú gætir ekki í rauninni beitt þinni rödd á þingi Alþingis. Og þú hættir í flokknum, sagði úr honum eftir dúk og disk eftir að þú hefði mætt meðal annars á fund þar sem að þú hafir orðið fyrir þögguna þínu mati, þar sem að þú máttir ekki bera fram athuganir bókun 35. Já. Í kjölfarið fórst þú í forsetakosningar, sagðir úr flokknum, hringdir í Bjarna, sagðir að þetta væri bara eitthvað sem að þú hefðir ákveðið og Bjarni hefði síð eftir þér en þetta væri eins og það væri. Þú fórst í forsetakosningar og náðir ekki alveg nægilega góðu gengi þar. Ertu að reyna að vekja athygli á því að allir flokkarnir séu orðnir einhvers konar ESB-flokkar og við erum í rauninni að selja fullveldi okkar undir hulunni skikkju fávísi þeirra sem að hafa ekki hundsvita málum. Nú ertu búin að stofna flokk til höfuðs Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins, get ég eiginlega sagt, af því að þú telur að þeir flokkar séu ekki til þess fallnir að halda utan okkar fullveldi. Margir töldu að þú myndir farið með flokkinn, þið voru einhvers konar samningaviðræðum, það í rauninni féll undir
og nú ertu komin í lýðræðisflokkinn með þinni hersveit í þeim efnum. Þetta svona það bil eins og ég mannsöguna. Já, þetta var góð reifun. Það ekki bara. Jú. Sko, byrjum á, ég ætla að byrja á sjálfstæðisflokknum. Byrjum á miðflokknum, út af því ég bara man eftir svona þegar ég var að blæra þetta. Já. Af hverju gekk þetta ekki? Ég veit að Frosti spurði það þessum daginn, en mér langar samt að spyrja þig, sko, hvað það svona í áherslunum, út af því að geimlíkir flokkar, ég var með Sigmundinn í gær, ég gerir ráð fyrir því að það séu margir skurðpuntar á því hvar þið eru sammála, en þetta gekk ekki. Af hverju ekki? Já, þeir eru örugglega með sínar sko, skýringar á þessu. Ég hef lýst þessu þannig að þetta var svona þetta voru viðræður sem að tóku býsna langan tíma, töfðu mig frá öðru þegar fór að líða á sumarið. Ég hafði lýst því yfir að ég hafði áhuga á því að stofna flokk. Ég vildi samt fyrir þrábeiðni margra vina mína taka þessar viðræður við miðflokkin. Og ein skýringi sem ég fékk var að menn í svona einsta hring miðflokksins hefði eitthvað móðgast yfir því að ég hefði sagt að það væri fyrsti kostur hjá mér að stofna flokk og að það væri vara skeifa svona sem að ég vildi skoða, væri að eiga viðræðu við flokkin og menn hafi móðgast við það. Ég veit ekki hversu trúverðugt það vegna þess að ef að menn eru á annar borð í pólitík þá geta menn ekki verið mjög hörundsárir yfir svona hlutum. Hver heldur að raunverulega ástæðan hafi verið þá? Ég auðvitað velti fyrir mér og ég hef heyrt alls konar kenningar eins og ein kenningin svo að ég sé kannski, menn ímyndi sér að ég sé svona, hvað ég maður að segja, einsýnn eða róttækur og ég hefði viljað draga miðflokkin lengra til hægri en þeir kærðu sig að fara. Þeir vilja vera á miðjunni, þeir hafa sagt það. Þeir vilja spila og í rauninni þá tel ég að miðflokkurinn sé í þeim skilningi hluti af því vandamáli sem við stöndum frammi fyrir og ekki endilega hluta lausninu. Þó sé margt gott við þennan flokk að þeir eru alveg eins líklega til að spila með vinstriflokkum að loknum kosningum. Og þá væri nú aldeilis atkvæði þeirra sem eru hægri sinna en það væri illa að fara með þau atkvæði ef að miðflokkurinn snýr sér við og ætlar að fara að vinna með til dæmis Samfylkingun eins og margir hafa talað um. Þá erum við komin í rauninni sömu vondu stöðuna og við höfum verið í síðustu 7 árin þar sem að öll prinsip eru bara seld og þeim er bara fórnað á altari einhvers konar valda hyggju og sjálfstæðisflokkurinn ég hef sagt að hefur selt sálu sinni í samstarfi við VG og miðflokkurinn myndi gera það líka ef hann þyrfti að fara vinna með Samfylkingunni sem að sér ekkit nema herri skatta og meira valdframsal til Evrópusambandsins. Þannig að margt í þessu þetta verður svona held ég í stuttum máli svona ástæðunar fyrir því. En sko, ertu búin að vera nógu taktískur út af því að ég meina núna eins og þú sérð þú einhvern veginn getur ekki fundið þér hús til þess að hlýja þér. Þú verðist bara þurfa að vera að hýsast í einhverjum kofa sem að þú ætlar að byggja þér sjálfur. Já. Hvernig finnst þér að vera á frekur? Ég manna Stefanina sagði að vera óstjórntækur. Er ekki hægt að færa rök fyrir því þegar þú verðist ekki þrífast neinstaðar nema á sért ég og þú hefum náttúrulega allt svo marga saman við varum sammála í COVID og fleira þar fram til götunum. Já. En taktískur ertu kannski ekki endilega með við þær svona pólitísku forsendur sem liggja fyrir. Já. Hefur áhyggjur af svona, þú veist, þinni pólitískri eftirspurn í þessum efnum? Nei, ég hef engar áhyggjur. Ég segi bara ef ég ætlaði að vera taktískur og ef þetta snerist það að ég vildi vera þingmaður og ætti með draumum að verða ráðherra og svona, þá hefði ég náttúrulega spilað þennan leik allt öðruvísi heldur en ég gert. Og ég hefði bara verið góður og þægur strákur inn í sjálfstæðisflokknum og svo í viðræðum við miðflokkin hefði ég verið ofsalega góður og þægur og sagt bara ég er tilbúin að gera hvað sem er til að fá gott sæti á lista og eitthvað svona. En í mínum huga auðvitað eiga stjórnmál að snúast það að menn verji sín eigin prinsip
og þegar menn segja við mig og Stefán Einar segir, já, ertu ekki of bara, hvað sagði hann, ertu ekki of einsýnn eða einstrengislegur, að þá er mitt svar bara, það er hægt að semja margt í lífinu, en prinsip afstöðu er ekki hægt að semja. Þannig að í mínum huga, þá er ég ekki tilbúin að semja til dæmis það að við framseljum ákvörðunarvaldi yfir Íslandi, íslenskum náttúruauðlindum og landi og framtíð í hendurnar á einhverjum búrókrötum í Brussel. Í mínum huga er það prinsip afstaða að valdi á að koma frá fólkinu í landinu, en ekki valdi á semst ekki að flytjast til einhvers skrifræðis báks í útlöndum. Það væri svik við kjósendur og það er prinsip í mínum huga að við skerum niður ríkið en fytum það ekki og margt annað mætti nefna í þessu samhengi. Ég og Stefán Einar ræddum Lúther og Lúther bara var algjörlega á þessum nótum. Hann segir, það er þetta semja margt en prinsipin verður ekki samið og ef þið ætlið að fara að reyna að heila þó mannskapin og láta að borga á reynskott að þið hafið stóð fyrir því í ritningunni sjálfri sem þeir hafðu ekki og þá verður að fara bara og taka þennan slag og þá skiptir ekki öllu máli hvort að ég nægi í gegn heldur bara að röddin heyrist og jafnvel þó að þetta skil ekki árangur í þetta sinn þá get ég allavega sagt að ég hafi barist góðri baráttu og drengilegri baráttu í því skyni að reyna að vekja Íslendinga til vitundar hvað það skiptir máli að þessi sjónamið séu upp á borðum. Ég held að Íslendingar hafa verið of lengi heilaþvegnir af ríkisútvarpinu, of lengi heilaþvegnir af vinstrisinnuðum stjórnmálamönnum og fjölmiðlamönnum, of lengi heilaþvegnir í vinstrisinnuðu skólakerfi til að bara muna það að allt þetta sem að fólk kallar hérna ókeypis skólakerfi, gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi og eitthvað svona bullshit, auðvitað ekki hvorki gjaldfrjálst né ókeypis. Þetta kemur allt úr vösunum á okkur skattgreiðendum og það þarf hugsanlega að fara þá í einhvers konar bara átak til að reyna að skýra aftur í hugum Íslendinga hvernig heimurinn snýr vegna þess að við höfum verið á áhrifasvæði þessara vinstri meginströms fjölmiðla eru kallaði núna left stream media í einhverju svona gríni left stream media en það er að verða vatnaskil og ég veit ekki hvort Íslendingar almennt búin að kveikja á perunum með það en í rauninni í 100 ár síðustu 100 ár og sennilega meira en það hafa allar stóra svona menningarbylgjur byrjað í Bandaríkjunum hvort sem þú ert að tala um gallabuxurnar, sígaretturnar pop rock tónlistina bara vókið eða hvað sem það byrjar allt í Bandaríkjunum og núna bara brostin á ný bylgja sem að í raun og veru bylgja hægrisins það sem að mun leiða til þess að það verður allt endurskoðað og fátt af því þessum áróðri loftslags kjaftæði loftslags áróðri ég bara að kalla það ríkisvæðingar heilaþvottar mun standast þessa bylgju menn munu standa allsberir þegar bylgjan kemur hérna yfir með alla sína embættismenn í gerfistörfunum sínum og það verður bara spurt hvernig dettur Íslendingum í hug að vera að reka svona óskilvirt ríkisbákn hvernig dettur fólk í hug að vera með 63 þingmenn sem eru miklu starra hlutfall heldur en þingmenn eru nokkuð staðar annars staðar í heiminum hvernig dettur ykkur í hug að ætla að fara að byggja borgarlínu fyrir pínu litla fyrir svona þorp eins og Reykjavík með mörg 100 milljarða kostnaði og það verður tekið til þetta mun, ég veit ekki hvort það mun nást fyrir þessar kosningar eða í náinni framtíð en þetta að fara að gerast Það veldi ég fyrir mér út að þú talar að það séu ákveðin svona skila með þín og miðflokksins í sambandi við efnahagsmálin en ég gerir ráð fyrir því að margir sjálfstæðismenn hefur getað tekið undir hvert einasta orð sem þú varst að fara núna Já
Hvað aðskilur þig og ykkur og Sjálfstæðisflokkinn? Já, ég hef auðvitað reynt að hafa áhrif innan Sjálfstæðisflokksins í þá átt að draga flokkinn nær þeirri stefnu sem að hann var grundvallaður á, sem stefna klassísks íhalds og klassísks frjálslyndis. Flokkurinn hefur því miður kosið að feta braut í átt til þess að verða, eins og ég hef orðað, woke, ESB sinnaður svona sósíaldemókratískur flokkur. Og hann að sem sagt svo mörgu leyti bara sorglegt að sjá þetta gerast, því að það svo margt gott í Sjálfstæðisflokknum og sonur minn sem 17 ára sagði um daginn, þetta svo leiðilegt því að hann með svo flott merki, hann með svo flotta stefnu, hann með svo flotta sögu og á hverju getur hann ekki bara reynt að vera Sjálfstæðisflokkur? Hann 17 og hann farin að pæla svona mikið í pólitík og en það sko, ég held að ef það á að bjarga Sjálfstæðisflokknum eiginlega mín niðurstaða af því að ég sjálfstæðismaður í grunninn, að þá verður þessi björgun að koma utanfrá, það að koma vakning utanfrá vegna þess að flokkurinn í höndunum á fólki sem að í raun og veru held ég sé búið að svona missa sjónar á prinsipónum. Þetta bara, ég hef stundum líkt þessu í mínum eigin huga, ég held ég hef ekki sagt þetta opinberlega, en sko prinsip í stjórnmálum, af því að það það sem við erum að ræða núna, eins og í gamla daga forfeður okkur út á miðin og þá þýddi að þú ert komin í rauninni langt frá landi og þú þurftur að hafa mið. Það þetta fjall og hinum megin það annað fjall og þá vissiru að þú varst komin á réttan stað. Ef þú týndir miðunum, kemur þoka eða stormur eða hvað gæti gerst, þú týndir miðunum, þá ertu bara í sem sagt, þú ert bara í sem sagt, í bráðri hættu. Maður sem hefur engin mið, hann veit ekki í hvað átt hann á að sigla til lands til að bjarga sér, pældi í því. Og stjórnmálaflokkur sem tapar áttum, sem tapar í rauninni prinsipónum sínum, eins og bara kortap á hafinu og hann getur hendan svona slys eins og í rauninni hafa hent flesta íslenska stjórnmálaflokka sérstaklega á hinum síðari árum að verða í rauninni svona bara atvinnumiðlunarskrifstofa og hagsmunagæslu bandalag þar sem að þröngur hópur einhverjar klíku hleður hver undir annan, skaffar hver öðrum störf og bitlinga og bankastjórnar setur í stjórnum lífeyrissjóða og alls konar verkefni frá ríkinu og svo framvegis og þetta snýst það að skaffa atvinnu, þeim sem vilja vera atvinnu stjórnmálamenn áframhaldandi vinnu og þá rétta fólkinu sem ekki að fara að rugga bátnum og þess vegna hef ég talað þetta bara sem spillingu og í einhverju viðtalis notaði orðið djúpríki og það má alveg gera það. Það Sjálfstæðisflokkurinn spilltur flokkur? Allir stjórnmálaflokkar á Íslandi eru spilltir flokkar og það partur af því þetta ríkispeningarnir sem að flæða til þeirra. Það eru 4 milljarðar á einu kjörtímabili sem flæða til þessara flokka. Ég ekki að halda því fram að Sjálfstæðisflokkurinn sé eitthvað verri heldur en aðrir. Ef að færið varið að rýna ofan í fjármál þessara flokka, þá þolir það ekki allt dagsljósið. Einn flokkurinn fekk á sig sem sagt erindi, það voru menn sem að töldu sig hafa sannanir fyrir því að misfarið hefði verið með opinbert fé og þetta opinbert fé sem rauninni skammtað til flokkana og vildi að ríkisendurskoðandi færi að skoða þetta. Afgreiðsla þess máls og þetta er bara satt. Hvaða mál þetta? Ég veit ekki hvort það væri sanngjarnt fyrir mig að nefna einn stjórnmálaflokk en þetta varðaði einn stjórnmálaflokk sem rauninni rekinn bara eins og fjölskyldu fyrirtæki, við skulum bara segja það væri mín lýsing, það ekki haft aðra lýsing á því. Og það kemur fram sérst erindi áskorun til ríkisendurskoðan þannig að skoða þetta mál og kynna sér hvernig fjármál þessa flokks eru og því var ekki svarað, því var ekki sinnt og það kenningin svo að eina ástæðan fyrir að þetta var ekki tekið lengra að þá hefði ríkisendurskoðan þurft að fara kafa hún í stjórnmál og hún í fjármál allra stjórnmálaflokkana sem hefði ekki verið þægilegt fyrir neitt. Þannig að hér í rauninni svona ein myndbirting þeirrar
inngrónu spillingar sem hefur orðið til á Íslandi, þar sem að stjórnmálaflokkarnir lifa á ríkinu og svo þegar ríkisvaldið fer að brjóta í rauninni af sér eins og ríkið gerði í COVID-inu með bara valdbeitingu sem gekk allt og langt. Það er engin stjórnmálaflokkur sem fer í það og heldur engin fjölmiðill, hversin ekki, af því að fjölmiðlarnir eru líka allir étandi úr lófanum á ríkinu. Þannig að það er bara, þú veist, ef að fólk segir, eða ímyndi segir að Ísland sé ekki spilt ríki, þá þurfa það bara að koma heim frá tenni, sko, það hefur verið of lengi þar. Það bara, þú veist, við getum ekki ímyndað okkur að Ísland sé eitthvað miklu betra heldur en önnur ríki. Það er allsstaðar að sem að peningar og pólitík blandast saman verður til spilling. Af hverju eru við betur stakk búin til þess að takast á við þessar aðstæður undir ykkar leiðsögn? Já, í fyrsta lagi myndi segja því að ekkert okkar hefur áhuga að verða atvinnu stjórnmálamaður. Ég lít svo á að við ættum að geta sagt allt sem við þurfum að segja á 4 til 8 árum og við förum hann inn til þess að hrista upp í þessu, opna gluggana og feikja út öllu rykinu og þessu miklaða andrúmslofti sem er orðið til á Alþingi, þessu andvaraleysi gagnvart til dæmis valdframsalinu til Evrópu, andvaraleysinu gagnvart í hvernig þingið á að starfa. Það er allt og margir inn á Alþingi sem hafa ekki hugmyndum út af hvað Alþingi í rauninni, ég ætla bara að segja það hér, gengur út af hvað lagasetning gengur. Ég var í Ríkisútvarpinu í gær og þá verið að spyrja eitthvað um búvörulögin og héraðsdómur að skamma Alþingi fyrir bara ömurlega léleg vinnubröð í tengslu við þessi búvörulög. Og þá er það bara, sem sagt, var ég að rifja það upp að út frá öllum kenningum, að því ég veit þú hefur áhuga á svona bandarískri stjórnskipuna sögu, að það var svona ein aðal kenning þessara founding fathers var að það ætti ekki að vera auðvelt fyrir ríkið að setja almenningi í lög og bara prinsipið var látiði okkur í friði, leyfið okkur reka okkar bújarðir og fyrirtæki og bara verið ekki að skipta ykkur af og það er að segja ríkið. Og þess vegna þurftu lög að gangi í gegnum ekki bara 1 og ekki bara 2 og ekki bara 3 heldur í rauninni sem sagt í báðum deildum 6 umferðir pluss síðan að fá staðfestingu forseta. Síðan hefur þetta kerfi í Bandaríkjunum haldið velli. Það er ennþá tiltölulega erfitt að koma löggjöf í gegn þar. Á Íslandi hefur búið að sameina deildirnar í eina. Umræðurnar eru miklu færri en það voru. Það eru núna bara 3 og í búvörulögunum og í nútíma lagasetningu. Þegar við erum með kjána á Alþingi sem að vita ekki að það lög þurfa 3 alvöru umræður, að þá bara fljóta lagareglur í gegn bara búm og hækka bara með hverjum deginum óskapnaðurinn sem að verið er að íþyngja heimilum og fyrirtækjum á Íslandi með, af því að þingmenn eru bara á játakkanum meira og minna og partur af því eru þetta geigvænlega flæði af Evrópureglum til Íslands sem að nota bene, sem að allir mega bara heyra hér í 30 ár. Íslendingar hafa aldrei sagt nei takk við neitt af þessum Evrópureglugerðar fargani sem að kemur inn. Þannig að ég meina endurmenntun þingmanna, já, ég held að við þurfum hugsanlega að gera það, við þurfum líka bara, við þurfum öðruvísi fólk inn á þingið, við þurfum ekki atvinnustjórnmálamenn, við erum komin til þess að við erum svo strákurinn í sögunum keisaran sem að heitir nýju fötin keisarans, sem gætu alveg eins, þessi saga gæti alveg eins heitið litli drengurinn sem sagði sannleikann. Við viljum vera litli drengurinn sem segir sannleikann. Vegna þess að sagan hefði líka geta heitið sagan af almenningi sem að trúði lyginni þó allir sæi að þetta væri lygi, að það þarf að hjálpa fólki út úr þessum ótta og hugleysi sem að einkenni svo margt á Íslandi. Ég var á svona ég bara ætla að segja þetta, hlægilegri ráðstefnu í morgun. Ég ætla að kalla þetta hlægilega ráðstefnu orkumál á Íslandi, þar sem að allir voru alveg skjálfandi á beinunum yfir einhverju sem að þau kalla loftslagsbreytingar. Ég meina, loftslagið er alltaf að breytast, við vitum það, og fulltrúi Viðreisnar segir þetta er alveg vísindalega sannaðar loftslagsbreytingar, vita það allir, en það hefur engin hugmynd það vísindalega hvort það er að hitna eða kólna, og forseti
þingmaður Pírata bara misti það út úr sér á fundi sem við vorum á hjá Alþjóðamálastofnun Háskólans í síðustu viku. Það veit enginn hvort það var að hitna eða kólna. Samt hefum við eyða ógeðslega miklum peningum í þetta og allir vita að þetta er rauninni bara áróður til að mjólka pening út úr almenningi, samt segir enginn neitt. Og það sem við þurfum að þjálfa hjá almenningi, og ef að ég fengi einhver áhrif á þinginu, þá verður það bara að hjálpa fólki til þess að beita gagnrýna hugsun og nota gagnrýna rödd til þess að benda á lýina sem að umkringur okkur út allt. Kallar getur þetta ekki breytt sér í konur. Við höfum ekki að leyfa köllum að spila rúgbí með konum. Við höfum ekki að leyfa fullorðnum kallmönnum að skipta föt með litlum stelpum. Við þurfum að svona ávarpa margt af því sem er verið að halda að okkur og er beinlínis ósatt. Og þess vegna þurfum við líka að þora eins og þegar fjölmiðlar byrja að sinn söng því að þeir byrta bara þrönga mynd af því sem að veruleikanum. Ég sagði viðtalið við formann blaðamannafélagsins daginn að fjölmiðlar færu með okkur eins og sveppi, héldu okkur í myrkri og fóru okkur á skít og hún var eitthvað hún byrti þetta nú, hún má nú eiga það, hún byrti þetta á veg blaðamannafélagsins og þegar ég gáði síðast, það voru 2000 manns búin að horfa á þetta og ég veit að örugglega 1700 manns gætu verið hjartanlega sammála en það þorir enginn að segja neitt. Það er svona hræðslan og óttin er að drepa fólk og þetta er það sem ég vil berjast gegn. Þannig að þið finnst bara loftslagsmálin vera að kjafta og ef þú myndir komast inn í ríkisstjórn þetta er hræðslu áróður. Myndir þú setja það sem bara forsendu fyrir því að við farum inn í ríkisstjórn að við myndum bara hætta öllu þessu loftslagskjaftaði og þessu transdóti? Já, ég veit ekki með þetta trans, ég með þetta fullorðið fólk má þetta gera það sem því sýnist. Ef að þú næst til ég kem til þín Þórarinn og þú ert bara komin í kjóli og með hárkollu og með varalit að þá ætla ég ekki að vera vondur við þig, þá mátt það en mér finnst málið snúa öðruvísi þegar verið að segja við lítil börn að það sé í einhverju skilningi hægt að fara í óafturkræða skurðagerðir eða hormónabælandi meðferðir. Ég geri verulegar athugasemdir við það og mér finnst við megum ræða það. Og varðandi loftslagsmálin að þá myndi ég að sjálfsögðu segja að Íslendingar skulda engum neitt þegar kemur að þessum loftslagsmálum. Við erum 20 árum á undan öllum öðrum þjóðum þegar kemur á orkuskiptum. Borgum ekki krónu meir í einhverja loftslagsskatta. Hvað þá að við förum að borga krónu til útlanda? Hefur þú séð fréttirnar? 41 miljard dollara sem er týndur. Hefur þú heyrt þetta í fréttum á Íslandi? Nei. Heyrðu, fólk heldur kannski að nú séu ég með eitthvað bull, en Oxfam, sem er svona vók stofnun út í heimi, hefur sagt þetta sjálf. Alþjóðabankin, sem er stofnað til að berjast gegn fátækt, hefur verið að breyta starfsemi sinni mikið í þá átt að fara að berjast gegn loftslagsbreytingum. Og gangi þeim vel, vegna þess að það er ekki hægt, loftslagið er alltaf að breytast. En þeir hafa á þessum grunni verið að soga til sín fjármuni og Oxfam sagði frá þessu núna í september-október að 41 milljarður sem að ríkustu þjóðir heims hafa verið að senda til alþjóðabankans. Jú, ég var búin að sjá þetta. Ekki íslensku fjölmiðlar, en ég sá þetta. Nei, einmitt, íslenski fjölmiðlar segja ekki frá þessu, af því að við erum bara sveppir í þeirra huga. Og 41 milljarður bandaríkjadollar er týndur, þeir geta ekki gert grein fyrir hvað varð þetta og þetta eru peningar sem þeir hafa ráðstafa úr loftslagssjóðum. Og þá sagði einn við mig, þá ekki kalla hann alþjóðabankan, þá kalla hann alþjófabankan. Þetta er bara einhver svona glæpastarfsemi. Og ekki krónu meiri í þetta kjaftaði, fyrir en að við allavega erum búin að kortleggja hverjar eru staðreyndir málsins. Ég sagði á fundunum í morgunu þessi loft þegar fólk fór að anda í poka yfir loftslagsmálunum að kolefnis, hvað er þetta að kalla? Kolefnis hlutleysi sem allir stefna að engin þjóð, og þetta sagði nú meira að segja einn ræðumaðurinn sem hefur verið í ábyrgðarstöðum á Íslandi, engin þjóð í heiminum hefur skilgreint hugtaki kolefnis hlutleysi en allir vilja stefna að einhver sem heitir kolefnis hlutleysi. Af hverju kolefni svona hættulegt? Jú, af því að það er 0,04% af andrúmsloftinu og ég sagði á fundunum í morgun, engin mótmælti því af loftslagsprestunum að mannkynið hefur áhrif á einhver 3% af þessu með díselvélónum sínum og ég segi bara
við skulum ekki reyna að gera Ísland kolefnis hlutlaust árið 2040 eins og allir hinni flokkarnir vilja eða fyrr, þau vilja helst gera þetta fyrr. Við skulum bara fá að keyra okkar díselbíla og bensínbíla. Við skulum viðurkenna það að díselmótorar eru orðnir miklu betri í dag en þeir voru, miklu umhverfisvænni en þeir voru. Við skulum viðurkenna það að efnahagslega framfarir á Vesturlöndum er ekki síst tilkomnar vegna þess að við höfum haft aðgengi að þessum frábær orkugjafa sem olían og bensínið. Svo að, ég kann voðalega illa við það þegar fólk breyti sér í púritanna og reynir að predika yfir mér. Og það verður svo gaman, þetta er bara draumur hjá mér að geta verið, þó ég verði ekki nema bara einn á Alþingi, að vera þarna inni og bara verið svo litli strákurinn að benda á að þau er ekki í neinum fötum þegar við byrja að predika kolefnis hlutleysi sitt og loftslagsmálin og bara geta sagt þetta. Það verður svo gaman. Hvað sko, ég veit nú ekki hvað er að byrja. Byrjum bara á fjölmiðlum. Sko, ég hef nú verið að fjalla þessu fjölmiðla og ég meina, ég er alveg sammálaður að sé eitthvað ábótavant, en ég aftur á móti held að fjölmiðla líka bara búið við ákveðnar takmarkanir sem að snýra því að sko, hraði upplýsinga er það geigvænlegur að það er erfitt að halda þræði oft. Finnst þér ekki ósanngjarnt að segja að allir fjölmiðlar hér á landi séu eins og þú lýsir þeim? Eins og koma fram við sveppi og það ég held að fólk myndi ekki að skrifa upp það sem vinnur allavega eins og fjölmiðlum. Ég held að margir auðvitað geta við það ekki, þau eru náttúrulega að vilja verja sitt orðspor. En heldur að þau séu að vinna eftir óheilindum? Nei, ég held ekki. Hvað heldur að þau sé þá vandinn? Ég held að þetta sé hugsunarleysi og hugsunarleysi birtist bara í því, vera lítið dæmi að ég talaði við blaðamann á Morgunblaðinu sem var að vísu svona ungur og kannski ekki með margra ára starfsreynslu. En þetta er Morgunblaðið og á að heita Borgaralegt Dagblað. Og hann sagði mér það bara að vinnureglan á fréttastofu Morgunblaðið sem væri að fletta upp á AP og Reuters og svo eru þau inn á Guardian og inn á BBC og þetta er svo mikið rusl allt saman. Og það er svo einhliða í rauninni sín á heiminn í gegnum þetta að þú getur í rauninni aldrei þú vaknar aldrei til vitundar hina hliðina þarna inni. Þannig að ég bara segja það þarf að hringja bjöllinu, þess vegna völdum við nú bjölluna í lýðræðisflokknum. Við þurfum að hringja bjöllinu og breyta tíðnina. Ég er ekki að segja að þessu óheiðarleg eða vinni í þess af óheilindum. En þetta hefur verið vinnureglan hjá fjölmiðlum á Íslandi nota AP, Reuters og þetta drasl, ég kalla þetta drasl af því að það kemst ekki alltaf inn, hinn hliðin kemst ekki inn og svo er verið að þýða fréttir úr erlendum slúður fréttum og svo er þetta íþróttafréttirnar og eitthvað og þú veist, ekkert af þessu er rauninni beinleinis til þess fallið að svona örva gagnrýna hugsun, þannig að ég hefði haldið að það væri rosalega hollt fyrir íslenska fjölmiðla að komast úr kæfandi faðmlagi við íslenska ríkið sem er í svona gerfi góðmennsku sinni að skammta peninga í stórum stíl til fjölmiðla á Íslandi og hefur stofnað til þessi heila nefnd sem heitir fjölmiðlanemnd og ég sagði viðtalið við strákana í sláin inn að sko það mætti bara eftir klukkutíma fara þangað bara og með lykil og loka því að myndi enginn taka eftir því og fjölmiðlanefndir er lokað, það er svona dæmi svona non-job sko sem að ríkið og stofnun sem að ríkið að reka að nauðsynjalausu og svo leggjum við niður RÚV, bara við leggjum það niður og seljum þetta drasl sem þeir eiga, seljum húsið, ef að menn vilja endilega hafa RÚV þá má hafa það bara svona í húsnæði svona cirka eins og þú ert með hér og það má, ef að menn heimta það getur vel verið að Íslendingar bara heimti að fá að borga áfram nefskatt, eins og við erum að borga útvarpsgjald og þá hef ég sagt það og við í lýðræðisflokknum að ef þið heimtið að borga það þá megið þið ráða hvað verður peningana og fullt af fólki geti sagt ég vil borga til hans Þórarins ég vil að Þórarinn fái peningana mína frekar heldur en fjölmiðill sem að birtir alltaf bara aðra hliðina. Þórarinn má þó eiga það að það er ekki bara ein pæling hjá honum, hann er að tala við alls konar fólk og það heyrist alls konar sjónamið og ég tel að skattpeningunum mínum það eru töluvert betur varið
heldur en að vera með þetta hjá róttæknis útvarpi vinstrimanna. Skilur hvað er að fara? Af hverju erum við í kerfi ennþá, næstu 100 árum eftir að ríkisútvarp var stofnað, sem að knýr okkur og pínur okkur til að borga í þetta? Ég skil það ekki. Getur einhver varið þetta? Ég held ekki. En núna að segja vinstrimenn að sjálfstæðisflokkurinn eigi RÚV og nú segja sjálfstæðismenn að þetta séu vinstri róttæklingar því það ekki bara að þeir séu að gera eitthvað rétt. Þeir eru ekki að gera neitt. Já, sko, jú, þeir gera náttúrulega sumt bara vel. Ég skal alveg við. Ef allir eru pirraðir, þá hlýtur að gera eitthvað rétt. Já, það má segja það en það er náttúrulega bara, Þórarinn, það er ekki verjandi að vera með 5.000 og eitthvað milljónir og sturta ofan í þetta svarthol í efstaleitinu og þú veist, ég meina þeir væru ótrúlega slappir ef þeir gæti ekki gert eitthvað vel fyrir 5.300 og eitthvað milljónir pluss auglýsingatekjurnar sem þeir eru að fá og í rauninni þá að taka af frjálsum fjölmiðlum á Íslandi. Þú veist, ef þeim tekst ekki að framleiða nokkra góða þætti þá er eitthvað að. Þannig að ég segi, það verður engin, ég ætla að fullyrða það. Ég held að við engin stjórnmálamaður eða stjórnmálaflokkur haft það yfirlýstu markmiði sínu að leggja niður RÚV eða selja. Manstu eftir einhverjum? Er ekki sjálfstæðisflokkurinn með það í stefnusgráninni? Ég held ekki, ég veit ekki, þeir hafa allavega tekið þátt í að belgja þetta út síðust árin. En menn hafa verið hræddir við að svona segja þetta því þá að þið sagt þá fáum við fjölmiðlana á móti okkur. En það verður bara að hafa það. Já. Heldur að fjölmiðlarnir séu á móti lýðræðisflokknum? Sko Hefur fundið fyrir því? Já, ég hef náttúrulega fundið fyrir því. Ég meina það er búið, það eru svona ýmsar þetta tekur á sig ýmsar birtingamyndir og en ég fann þetta fyrir þessu svolítið í forseta kostningunum sko, bara hvernig menn völdu myndir og fjölluðu mína persónu. Voru valdar ljótar myndir af þér? Já, það er náttúrulega bara taktík sko. Myndast illa það? Já, ég held það. Það er algjör hending að það er næst góð mynd en já, fannst svolítið gaman að svona reyna að sýna mig í einhverju svona vondu ljósi. En ég skal, bara svo ég sé nú ekki bara leiðilegur, þá vil ég segja það þó að mér hefur þótt að svolítið merkilegt að við höfum fengið að sitja við sama borð og aðrir mestmegnis. Auðvitað hafa verið haldnir fundir þar sem við höfum ekki fengið að vera með. Það hefur verið snúið út úr ýmsu þegar kemur á svona kosningaprófum og það hefur verið blandað saman lýðræðisflokknum sem að ég og fleiri stofnuðum núna 2024 við einhverja flokka sem að voru stofnaðir áður og hétu lýðræðisflokkurinn, frjálslyndi lýðræðisflokkurinn og eitthvað svona. En kannski voru það mistök hjá þeim blaðamönnunum eða þeim sem eru að fjalla þetta en kannski er það líka bara til að gera okkur erfitt fyrir, ég veit það ekki. En ég ætla ekki að velta mér upp úr því. Ég er bara í þessum leik til þess að reyna að skora eins mörg og ég get á þessum stutta tíma. Hvernig hver er strategían? Hvernig þú talar henni upp af þið er ekki með neitt pening til þess að gera þetta? Þú eru að reka þetta 0 krónum og hugsjón. Sko, hvernig ætlaði að gera þetta? Það eru hinir flokkanir eru búnir að vera á fullu með náttúrulega mikið af peningum. Já. Heldur þetta sé gerlegt? Já, ég held að þetta sé gerlegt. Ég vil trúa því. Ég held að sé rosalega margir Íslendingar búin að fá nóg af ástandinu eins og það er. Það eru þreytt á þessu leikriti sem að stjórnmálinu rauninni eru orðin. þar sem að sömu leikarar koma með sömu línutnar aftur og ekkert breytist nema bara til hins verra og ef að líkja mætti íslensku svona þjóðfélagi við leikhús í þessu samhengi þá verður leikhúsið alltaf sífellt sko í raun og veru lélegra, það lekur þakið og það eru vandamál með vatnslagnir og frárensli í leikhúsinu sko, þannig að fólk skynjar að það þarf að fara að taka á málunum og treystir kannski ekki lengur þessum leikurum sem að hafa verið í boði hér árum og áratugum saman til að bjóða upp á betri uppfæslu. Við viljum í rauninni koma með nýtt leikkerfi inn á völlin, við viljum koma með betra handrit og nýja mannskap og
við viljum koma þessum sko boltum í markið sem þarf að skora þannig að við erum ekki hérna bara til þess að vera inn á vellinum í flottum búningum. Við viljum vera með árangursríka taktík og það, ég held að það sé í rauninni vel hægt að breyta svo mörgu á Íslandi til betri vegar ef okkur tekst að til dæmis að skera niður í ríkisrekstri, ef okkur tekst að lækka skatt vextina, ef okkur tekst að halda valdinu hér innanlands, komið vekk fyrir að það leki til útlanda, ef okkur tekst að halda raforkuverðinu lágu og verja náttúruauðlindir Íslands, þá er þetta að gera frábæra hluti. Talum hérna í fyrstu áherslumálum. Með breytingu á leikreglum íslensk peningamarkaði verði almenningi og fyrirtækjum tryggð sambærilega vaxtakjör og tíðkast í nágrannalöndum okkar. Með þessum hætti tryggjum við áður óþekktan stöðuleika og fyrirsjáanleika fyrir landsmenn alla. Já. Sko, nú ætlum ég bara að segja, þú veist, þetta er svolítið populísk hugmynd að vera að segja við fólk einhvern veginn að þú getur bara bjarga hérna fjármálakerfinu með einhverju pennastriki. Sko, þú talaði að setja svona vaxta þak og fleira þar fram til götunum. Það hefur augljóslega áhrif, afleitar afleiðingar. Setja þetta sem fyrsta mál. Þetta er ekki raunhæft. Hvernig sérðu fyrir þér að í rauninni sjá til þess að þetta fari á jákvæðan máta? Ég meina, eins og segja, það hefur alveg verið reynt að grípa með inngripum inn í alls konar fjármálakerfi. Niðurstöðan í rauninni í 100% tilfella svo annarkvort hefur verið áhrif á matarframboð eða húsnæðisframboð eða bæði. Hvernig sér þetta fyrir þér? Sko nú er hérna staðan svo að í rauninni verðbólga á Íslandi hefur verið rangt reiknuð í næstu 2 áratugi. Út af húsnæðisliðnum? Já, hún er bara, ég meina ef ég ætla að vera rosalega leiðilegur, þá myndi ég segja að verðbólga á Íslandi hefur verið fölsuð í næstu 2 áratugi. Með því að hafa hann inni lið sem átti aldrei að vera inni vegna þess að húsnæði er ekki neysluvara. En þetta er inn í útreikningum á vísitölu neysluvers. Og ef þú skoðar bara hvernig hefur verðlagsþróun á brauði, bensíni, mjólk og einhverju svona verið, þá er hækkunin þar svo miklu minni heldur en á húsnæðisliðnum. Þar sem hann er sko 8-faldur og meðan hækkunin á öðru er kannski 2 eitthvað. Þannig að það er númer 1, taka þetta út. Númer 2 er að setja bara lög á Seðlabankann og það er hægt að önnur ríki virðast miða við annarkvort vaxtaþak sem er sett með lögum eða er bara nokkuð svona siðferðilegt vaxtaþak. Það sem er sagt, ef það er verðbólguskot þá verða bæði lánveitendur og lántakar að taka þetta á sig, það má ekki hækka vextina umfram þetta og það verður ekki gert. Og þetta til dæmis þegar Úkraínustríðið brast á að þá var þetta framkvæmdin á meginlandi Evrópu. Íslendingar eru þriðja vaxta píndasta þjóð í Evrópu og eftir Rússum og Úkrænumönnum. Og það er engin ytri skilyrði sem að gera þetta að einhverju náttúrulögmáli. Þannig að við getum tekið á þessu. Er lýðræðisflokkurinn í einhvers staðar út á túni þegar hann talar vaxtaþak? Nei. Hversu ekki, en þess að til dæmis bara núna í síðustu viku á tilkynir nýkjörinn þá, eða Trump sem er nýbúin að hljóta kosningu sem næst í Bandaríkjaforseti, hann sagði, ég er á móti öllu vaxta okri og til að undirstrika það og koma bandarískum heimilum til hjálpar, svo við getum endurreist bandarískan efnahag, þá ætlum ég að setja vaxta þak á kreditkortafyrirtæki sem hafa verið að innheimta okurvexti af bandarískum heimilum. Og ég kalla það vaxta okur þegar að íslensku bankarnir sem að flestir eru nú í ríkiseigu, ég veit nú ekki betur, að eru í rauninni að vaxta pína almenning með svívirðilegum yfirdráttarvöxtum og þegar að í rauninni Seðlabankinn í rauninni tekur mið af rangt reiknaðri verðbólgu þegar hann er að ákvarða stýrivexti, það er óheilbrigt, það er hægt að breyta þessu. Seðlabankinn á að þjóna almenningi í landinu, ekki fjármagnseigendum, ekki lífeyrissjóðunum. Það er einhvers staðar rangar stillingar inn í kerfinu eins og þessi rosalega háa
ávöxtunarkrafa hjá lífeyrissjóðunum sem eiga orðið meir og minna allt og það verður að fara að snúa taflinu við og fara að spila þetta til varnar heimilum og fyrirtækjum í landinu ef við í raun og veru viljum eins og hann sagði rífa efnahagslífið upp úr þeirri lægð sem það hefur verið í vegna þess að það leynist miklu meiri kraftur í íslensku efnahagslífi heldur en kannski hagtölur gefa til kynna, sérstaklega þegar að bankarnir að soga til sín 500 milljarða í vaxtatekjur á, voru þetta ekki bara 3 árum og státa sig á ofsa gróða á hverjum ársfjórðungi fyrir sig, þá segjum við bara, heyrðu, stoppum þetta, gefum hérna upp á nýtt og við getum gert svo margt, menn hafa nefnt við mig að það verði bara, sem sagt, ég ætla ekki að segja ríkið þegar reka samfélagsbanka en menn geta tekið þann pólinn í hæðina ef að búið þannig hnútan í löggjöf að það sé hægt að stofna samfélagsbanka sem óhagnaðardrifinn sem lánar út á einhverjum svona tiltölulega viðráðanlegum vöxtum og ef að menn hafa sem sagt bara með einhverjar spurningar það hvað þetta þýðir í framkvæmd þá búið að reikna það út að segjum bara 30 fólk sem að kaupa sér 80 milljón króna íbúð tekur 80% lán fyrir 64 milljónir að borga 600 eitthvað þúsund af þessu láni á Íslandi við nútíma vaxtaumhverfi en ef að þetta veri gert og verðbólgan bara fær niður í það sem við köllum raunverðbólgu og stýrivextirnir lækkaðir þá eru þetta sama fólk að borga einhverstaðar liðlega 200.000 og þess vegna segjum við þetta gerlegt og þá segir fólk, nei það er kannski ekki hægt, það er ekki hægt af því að þá munu fjárfestarnir okkar allir sem eiga peningana, þeir munu ekki lengur vilja lána peningana. Ok, þá er spurning, hvert ætlar þá þessi sem á 2 miljardar eða 10 miljardar til að lána, hvert ætlar hann að fara? Ætlar hann að fara til Úkraínu, væntanlega ekki, Rússlands, væntanlega ekki. Hvað hefur hann þá eftir? Meginland, Evrópu og Bretland, ætlar hann að fara að keppa við lánastofnanir þar á sem sagt, þeim kjörum sem þar eru, já, þá getur hann gert það. Og þá er hann bara komin í alvöru samkeppnisumhverfi og ég hef í sjálfu sér engar áhyggjur af því. Fólk mun lána peninga vegna þess að einföldri ástæðu peningar þurfa að hafa vinnu og menn leita þá að því hvar fæ ég hæstu vextina, hvar fæ ég bestu fjárfestingatækifærin og ég vitna oft til þess að þegar ég var að vinna sem lögmaður í hruninu að þá vorum við inn á skrifstofinu ég og Ragnar Aðalsteinsson og fleiri og þá sem sagt segir einhver þær verða svo brjálaðir erlendu bankarnir sem að geti ekki sem að hugsanlega munu tapa á því sem að gerast á Íslandi að þá fór Ragnar að hlæja bara, hann sagði sko peningar hafa ekki tilfinningar og þegar að menn sjá ávöxtunar og fjárfestingatækifæri á Íslandi þá koma þær sjálfsögðu aftur sem þeir gerðu og munu gera. Þannig ég hef engar áhyggjur af því og við stöndum algjörlega við þetta. Og þetta kannski nýji tíminn að ríkisvaldið, hið nýja hægri, fær að verja almenningi í landinu og hætti að þjóna þessu ríkasta 1%, hætti að taka alla sína talpunkta frá fjölmiðlum sem eru líka í rauninni fóðraðir af þessu ríkasta 1% og margt mun breytast. Studdir þú Trump í kosningunum? Já, ég gat náttúrulega ekki kosið en ég sá það að Varstu ánægður með að hann var kjörinn? Já, ég var ánægður með það og ég sagði nú ég sagði það nú, ég var tekin í svona viðtalsþátt á RÚV, það var svona áhorfendi hinum megin við svona svart þil og ég var spurður að því hvort myndur þú styðja í forsetakosningum, þetta var fyrir kosningarnar og ég sagði að ég myndi kjósa Trump ef að ég ætti að velja á millir í þessara tveggja kosta vegna þess að það er alveg ljóst að í mínum huga að hann vildi koma böndum á ríkið, hann vildi koma böndum á þessa stríðsvél sem að malar í Bandaríkjunum og heimtar blóð og meira blóð. Demókratar hafa rekið mjög harða hernaðarstefnu. Trump vill koma á friði, hann vill eiga friðsamleg samskipti við aðrar þjóðir, hann stofnaði ekki til nýrra styrjalda, Biden hefur hegðað sér svo fáviti,
hann í rauninni heimilaði núna fyrir 2-3 dögum sko eftir að það er ljóst að Trump að taka við þá fer Biden að kynda undir ófriðarbáli með að gefa Úkraínumönnum leyfi til að skjóta langdrægum flugum inn í Rússland. Þetta er náttúrulega þarna verið að spila með fjörregg bara heimsins, það er verið að kynda undir því að þriðja heimsstyrjöldin brjótist út sem við erum á barmi hennar. Ég meina það eru norður Kóreumenn hafa niður frá að berjast fyrir Rússa, menn frá Arabaríkjunum að berjast fyrir Rússa, það eru sko Japanir þannig að berjast fyrir Úkraínumenn. Þetta er að taka á sig mynd sem að getur verið bara mjög hættuleg fyrir allar þjóðir heims og Trump er auðvitað óheflaður en hann talar að mínu viti svolítið öðruvísi en hann gerði áður. Hann þekkir stjórnkerfið í Bandaríkjunum betur en hann gerði 2016. Hann veit sem sagt fyrirstöðuna sem hann mun mæta. Hann er með frábært fólk með sér. Elon Musk er að koma inn hann bara með eldvörpu á bandaríska stjórnkerfið. Hann mun breyta bandaríska ríkinu úr offitusjúklingi í spretthlaupara. Kennedy er að fara að taka til í því sem heitir Food and Drug Administration. Hann er að fara að henda út alls konar ólöglegum eiturefnum sem verður notað í matvælaframleiðslu í Bandaríkjunum sem hafa átt stóran þátt í því að henda síðan almenningi í fang lyfjareysana og hann rekur þetta til þessa Food and Drug Administration. Þannig er þessi tveir rísa bransar samvaxnir í eitt skrýmsli. Þannig að ég bind miklar vonir við það að við sjáum einhvers konar nýja dögun í Bandaríkjunum því að það býr svo margt gott í Bandaríkjunum og ég bjóða þarna í 1 ár. Ég sé alveg að það er hryggsúla þar sem að því miður er ekki svo vel sjáanleg alltaf hér á Íslandi en ég veit að Íslendingar hafa hryggsúlu og geta unnið með hana ef þeir bara treysta sér til þess að fara nú að svona beitenni og hætta að láta tuska sér til blása sér til í vindinum, hætta bara að sitja og kvarta og röfla og fara að gera eitthvað. Það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum svona að bara gera eins og mér sýnist að Bandaríkjamenn hafi þó gert að þora að kjósa fulltrúa breytinga, fulltrúa flokk sem að vill taka til, sem vill sópa út úr kerfinu, sem vill létta á öllu þessu bákni og draga úr skattheimtunni. Þetta er bara það sem verður að fara að gerast því að ef við höldum áfram á þessari leið þá endum við bara að þá erum við að sigla þessu inn í einhvers konar kommunisma, ég ætla bara að segja það eins og er því að það er ekki hægt að kalla þetta annað. Menn geta að kalla þetta sósíaldemókratisma sem að í rauninni þýðir bara það að menn kjósi að feta braut í átt til sósíalisma og kommunisma og við erum komin alveg óþægilega langt á þeirri braut Íslendingar. Myndir þú segja sjálfstæðisflokkur eins og hann er rekinn í dag sé kommunistaflokkur? Margir nota þau orð. Sjálfstæðisflokkurinn er í það minnsta ekki hreinn hægriflokkur. Hann það er svo gaman að fylgjast með kosningabaráttunum því að þeir nota svona orð eins og meira frelsi en í framkvæmd unnu þeir þvert gegn því til dæmis í COVID-tímanum. Þeir nota orð eins og lægri skatta en í framkvæmd hækka þeir gjöld og skatta. Það var hækkað, ég held að 2017 hækkuðu þeir fjármagnstekjuskattin og núna síðustu áramót hækkuðu þeir skatta á fyrirtæki og fyrir utan náttúrulega alla þessa bull skatta og gjöld sem hafa verið hækkuð, svo kolefnisskatturinn og núna nýjasta djókið er sem er náttúrulega ekki djók, bara grætilegt er kílómetragjaldið. Það er bara endalaust. Það fór ekki í gegn. Nei, en ég meina, svona hugmyndir eru að dúkka upp samt sem áður. Já. Heldurðu, sko, þegar þú talar svona svolítið flokkana sem svolítið einsleita alla. Já, ég hef lýst þessu sem sagt einum og sama flokknum, ég kalla þetta ríkisflokkin, þeir eru með 8 höfuð. Já. Spretta upp svona 8 en þeir eru allir samvaxnir og svo tala þeir eftir kosningar við að vinna saman eða við og þá fara öll svona prinsipin, öll loforðin fjúk út í vindin og það er það sem er svo erfitt við. En Arnar, það þarf málamiðlanir
Er Svo það? Já, ég Sko, menna þá er ég annars erum við einræðisríki Já, sko, ég hef sagt við höfum verið með verstu útgáfu á stjórnmálum síðustu 7 árin, sem er málamiðluna stjórn sem að brúar hægri og vinstri, þar sem að þetta snýst bara valdapólitík. Ef að menn vilja málamiðlanir, þá segi ég allt í lagi, fáum þá annarkvort hægri stjórn, þar sem að flokkar sem að svona aðhyllast hægri, eitthvað sem við getum kallað hægri gildi, geta miðlað málum, þannig að sjálfstæðisflokkurinn til dæmis myndi slaka á í áhuga sínum á því að framselja vald til Brussel, það væri eitt. Þannig að það er ólýðræðislegt. Sjálfstæðisflokkurinn myndi segja, já við ætlum ekki að hækka skatta á þessu kjörtíðanbili, það væri bara flott, það var að vinna með ykkur, frábært. Miðflokkurinn myndi segja, já við ætlum að skilja frá okkur þær hugmyndir sem við erum með sem að kalla mætti svona vinstri hugmyndir og það er málamiðlun okkar þá að við viljum vinna með, segjum bara lýðræðisflokknum í hægri stjórn. Það er eðlilega málamiðlanir. En þegar menn eru farnir að selja sálu sína í málamiðlunarstjórn sem að sjálfstæðisflokkurinn var að vinna með kommunistum, þá er það sko eitthvað miklu, miklu alvarlegra og verra mál. Og ef að menn vilja ræða það, þá geta ég lesið bara til dæmis leikverk Goethe Faust seldi sálu sína. Það er ekki ávísun á næst sérstaklega góða vegferð. Ertu sko, sérðu ég er að gera mig grein fyrir hvernig þú sér þetta. Já. Myndirðu til dæmis telja að stjórn Sjálfstæðisflokks og Miðflokks væri skárri heldur en til dæmis Samfylkingar og Viðreisnar? Já, allan daginn, sko. Þannig að þú gerir alveg greinamun á þessum. Algjörlega, ég geri það. Af því að það er svona gott fólk inn á milli, þó að sé vissulega búið að svona ég ætla ekki að segja dauðhreinsa Sjálfstæðisflokkin af fólki sem að er svona gamaldags klassískt Sjálfstæðisfólk, en ég segi samt sem áður að það væri skárra, en til þess að við náum bara svona til þess að við ef við ætlum að vera í takt við tímana aftur, svo við tala aftur það sem við vorum að tala áðan með bylgjuna sem er að fara að ríða yfir öll Vesturlönd, þá þurfum við eitthvað meira heldur en það. Við þurfum eitthvað meira heldur en svona sósíaldemókratíska miðjustjórn. Við þurfum að vera í takt við tíman og við þurfum að fara að taka til aftur í okkar málum. Herru, þú ert að vera í bjór. Er ég að vera í bjór? Með já, eða þú veist, í djóki. Já. Og þú ert að vera að velja með 2 einstaklinga. Skilur einn eftir heima, tekur hinn með þér í bjór. Já, ok. Og þú ert að velja á milli. Bjarni Benediktsson eða Kristrún? Ég myndi nú velja Bjarna. Ég held að það er svo margt gott í honum Bjarna. Ég ætla bara, þó að ég sé búin að vera ógeðslega leiðilegur við hann. Örglega. Þið myndi slíðra sverðin. Að ég get alveg, þú veist, ég held að Bjarni skilur alveg hvað ég er að tala um. Og ég held að hann hefði gott að því að drekka með nokkra bjóra, því að ég held að ég geti svolítið svona hreinsað til aftur, svona dustað út óhreinindi sem að hafa sest að í huga hans eftir þetta langa samstarf við kommunistana. Já, heldur hann sé alveg svona meðvirkur eftir að hafa verið í ofbeldissambandi? Já, það er ekki slæm samlíking. Beggi Ólafs eða Sigurður Ingi? Beggi. Ég held að þessi svona svolítið djúpt á húmornum hjá Sigga. Já. En kannski er hann annað ekki staðar. Björn Leví eða Jóhann Páll? Já, þessi er svolítið erfið. En sko, samlíkingin við Björn er að það geti verið svolítið skemmtilegt að sitja með honum og drekka bjór, því að tala við hann, segja menn er eins og spila bortennis við raunaðan vegg, þú veist aldrei hvert kúlan fer, en ég held að Jóhann Páll, ég myndi velja hann vegna sem ég trúi því að á bakvið svona þessa kreddu sem hann hefur bitið í sig, búi mjög skynsamur ungu maður sem að ég gæti átt svona samtal við og í rauninni ég held að í honum búi lítill að í honum slái svona íhaldshjarta. Já. Sem að gæti brotist út ef að það er vökvað á svona réttan hátt. Já, því þú allavega gæti fengið nokkra til að vöka það. Já.
Þorgerður Katrín eða Inga Sæland? Já, ég voðalega skotin í henni Ingu. Mér finnst hún svo lífleg og skemmtileg. Hún svona skemmtilega klikkuð. Það aldrei einhvern veginn ekki líflegt í kringum hana. Alltaf líflegt. Já, alltaf líflegt og gaman, en þess vegna myndi ég hafa gaman að því, en Þorgerður svona föst í einhverju kreddu sem að væri líka, en ég held ég myndi aldrei geta náðin út úr kreddunni, sko. Ég held hún búin að loka sig svolítið inn í því að vilja ESB og vilja ekki ræða gallana við það, loka sig inn í því að ræða bara allt í að vera vók og svona, ég er ekki vissum að mér tækist jafnvel eftir 10 bjóra að brjóta þann múr, en Inga, það væri bara gaman. Ég held við aldrei talað jafn lítið réttrúnaðinn. Já. Svona heilu hlaðvarpi. En okkur tókst eiginlega bara að fara í gegnum heilt hlaðvarp án þess að gera það. Ég ætla að leyfa þér að eiga loka orðin það, eins og segi, það er að brattan að sækja. Já. Lýðræðisflokkurinn. Já. Með fyrirliggjandi forsendur. Já. Af hverju ætti ég að kjósa hann? Af því að þér langar til að kjósa hann í hjartaðinu og þú átt að láta hjarta ráða þegar þú ert komin inn í kjörklefan, og þá er það bara þú sem ert valdhafinn, þú stýrir pennanum eða blýantinum, og ef þú vilt breytingar sem að ég veit að þú og margir Íslendingar vilja, þá er þetta í rauninni eina leiðin, það er að segja að þú vilt ekki kjósa bara hreina sósíalista flokk sem er líka í boði sem nýr flokkur. Þannig að kjósa, þá ert að kjósa fyrir lægri sköttum, minna ríkisvaldi, þú ert að kjósa fyrir því að fá inn nýjar og ferskar raddir, þú átt þá meiri vonum það að það verði hreinsað til á Alþingi, að verði einhver sem að bendir á að keisarinn er ekki í neinu fötum, og þetta getur orðið miklu skemmtilegra að fylgjast með þinginu. Þú ert að kjósa fólk sem ætlar ekki að verða í þessu að atvinnu og hefur engan áhuga að vera að lifta upp sinni ásýnd í ræðustól Alþingis, er tilbúið að ræða málefnin, fólk sem að þekki söguna, fólk sem að þykir vænt landið sitt og vill þjóna Íslandi og öllum þeim sem að hér búa, vilja hugsa gamla fólkið okkar sem að hefur orðið aðgangsstærð, vill hugsa börnin og að foreldrar hafi meiri tíma til að vera með þeim þegar þau þurfa að vinna minna, og við viljum hugsa landið okkar, þar að segja halda því hreinu, ómenguðu. Þetta er nú svona í stuttu máli, en þessi ræða geti verið miklu lengri. Já, kannski verður hún bara lengur á Alþingi. Já, vonandi. Arnar Þór Jónsson, takk aðeinslega fyrir að koma enn og aftur og þangað til næst. Mín ánægðan, takk fyrir að bjóða mér.